Herri Damir, bara fyrstu viðbrögð eftir leik? Bara drullu svekkjandi. Eða bara, já, ég veit ekkert hvað að segja, sko. Þetta voru svona 10 sekúndur frá sig. Þetta var alveg rosalegu leikur, framlegging. Þegar þú hélst í smá að þú væri bara komið með þetta, eða þið? Nei, ekkert þannig, sko, en það var alveg bara 10 sekúndur eftir, eins og ég segi, skilju. Þannig að þeir náðu að pota ykkur markið hana inn. En þetta var svona virkilega svekkjandi með frammistöðuna sem við lögum, sem við gáðum í dag, sko. Þegar Viktor jafnar undir lokin, klikkaði eitthvað í tekníkunum hjá okkur? Nei, þetta var bara, held ég, einhver misskilningur hjá okkur hérna tilbaka, sko. En, þú veist, bara fótbolti, þetta gerist. Og einhvern veginn þarf maður bara að halda áfram, sko. Mér fannst í að vera mun betri í fyrri hálfleik sérstaklega. En svo vinnið þið ykkur vel inn í leikinn seinni og takið yfir í framlengingunni. Mér finnst það miklu betri. Já, jú, ég er sammála. Við vorum langt frá mönnum okkar í fyrri hálfleik. Þeir einhvern veginn fylgdu svæðinu á miðjunni og náðu að sækja okkur. En svo bara fórum við í smá fokkett mót í seinni hálfleik og maður mann. Og mér fannst við betri í seinni hálfleik og kannski að geta laumað þriðja markið inn líka bara. Núna byrjun á tímabilinu hjá okkur, dóttarðu bikarnum, 3 jafntefli, ertu sáttur? Já, allavega með frammistöðunni í dag sem var hjá okkur það var ég virkilega ánægður. Við erum búin að setja standardið núna hvernig við viljum spila. Þannig að við þurfum að sýna svona frammistöðu bara áfram í næstu leikum. Hvað getið þið tekið út af þessum leik yfir í leikina í lengjudeildinni? Bara karakter, þvílíkur karakter í þessu liði. Það er bara drullu afsakið fokkinn erfitt að vinna okkur, skilju, og við erum búin að sýna það núna í sumar. Og eins og ég segja, óheppnir 10 sekúndur frá að fara áfram í bikar. Herru, takk hérlega. Takk.